Í þessu dæmi erum við að vinna með hlutföll og við ætlum að skipta 12.000 krónum á milli Siggu, Gunnu og Baldurs þannig að Sigga fái 5 hluta, Gunna fái 3 og Baldur fái 2 hluta. Og út frá því þá þurfum við að skipta þessum 12.000 krónum í hlutföllunum 5, 3, 2 og myndum leggja það saman, þá myndum við fá 10, þess að með 10 hluta. Og Sigga, hún er þá með 5 af 10. Það er mjög gott að setja upp svona töflu. Og Gunna er þá með 3 hluta af 10. Og Baldur er með 2 hluta af 10. Og við sjáum það að hérna erum við með 10 í heildina af þessum 10 hlutum. Og nú ætlum við að fara að reikna út hvað hver og einn fær þá í sinn hluta í krónum talið. Þannig að við erum með 12.000 og þá sinnum 5, þannig að Sigga er með 5 hluta, deilum með heildarfjölda hluta og myndum þá fá 6.000 út úr þessu. Þannig að niðurstaðan fyrir Siggu er þá að hún fær 6.000 krónur. Og þetta ætlum við að gera sama hjá Gunnu og Baldri. Gunna. Gunna er með 3 hluta. Deilum með heildarfjölda hluta. Og út úr þessu ættum við að fá 3.600. Og sama þá hér, og niðurstaðan hjá Gunnu er 3.600 krónur. Og endum á Baldri. 12.000. Sinnum fjöldi hluta sem Baldur er með, hann er með 2. Deilum með heildarfjölda hluta. Og hann fær þá 2.400 út úr þessu. Þannig að niðurstaðan fyrir Baldur er 2.400 krónur. Og nú ef við leggjum saman hérna þetta, þá erum við að fá 12.000. Bara á nákvæmlega sama hátt og hér til hliðar. Og svona myndum við ljúka við dæmið og þetta væri þá svörin ykkar.